Góðan daginn. Njáll Trausti Friðbjörnsson heiti ég, alþingismaður í Norðausturkjördæmi og þetta fyrsti þátturinn af næstu skrefum með Njáli Trausta. Við erum að prófa þetta form að senda út fundi og getum mögulega nýta sem podcast seinna og við ætlum bara að reyna að gera eitthvað skemmtilegt með þetta form og þið áhorfendur getið sent inn spurningar í tjatinu sem fylgir með á skjánum og getið komið á með spurningar inn á fundinn eða á einhverju sérstöku umræðu. Við ætlum að ræða hér í dag innanlandsflugið, Reykjavíkurflugvöll, græn orkuskipti í innanlandsfluginu og hvað stefnir í og hvað hefur verið að gerast í umhverfinu sem snýr að þessum málum núna á undanförnum misserum og það er margt fróðlegt að gerast tengt þeim málum og svona í fyrsta þætti þá fékk ég félaga mína sem kynntust allir í Hjartanu í Vatnsmýri, undirskriftasöfnuðinn 2013 og það er Friðrik Pálsson, hótelhaldari á Hótel Rangá og Matthías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Íslands og við ætlum að vera velkomnir til leikstrákar. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og við ætlum rétt að svona byrja bara að ræða innanlandsflugi kannski bara þessa stundina. Hvað segir Matthías? Hvað segir ástandi slæmt, COVID, erfitt ástand, umhverfið erfitt? Hvað getur þú sagt okkur, hvernig líst þér á þetta? Jú, staðan er náttúrulega mjög strembin og kannski strembið fyrir. COVID er ekki að gera gott heldur, það náttúrulega ekki bara millilandaflugi, þetta er innanlandsflugi líka sem að lendir svona vandræðum út af því, þó er það nú þannig að innanlandsflugið hefur nú ekki alveg verið skorið jafn mikið niður eins og millilandaflugið. En fyrir var staðan strembin og það var rekstrarerfiðleikar orðnir miklir hjá þeim félögum sem hafa verið að sinna innanlandsfluginu. Það náttúrulega eru kannski margar ástæður fyrir því og ég held að það er aðgerðir sem menn hafa farið í núna upp á síðkastið í tengslum við að hjálpa til og styðja eins og með skosku leiðinni gera náttúrulega heilmikið. Ég er samt ekki alveg viss að það sé kannski nóg eitt og sér. Rekstrarvandinn er kannski svona dýpri og það þarf að hjálpa innanlandsfluginu meira til þess að það ná í rauninni þeirri tíðni og því að verði alvöru almennir samgöngur. Ég tók þátt í vinnu sem var unnin í tengslum við flugstefnuna sem var unnin á vegum samgönguráðuneytisins og þá í sjálfu sér kemur í ljós hvað það er sérstakt, hvað innanlandsflugið er einhvern veginn sett hálfpartið til hliðar fyrir utan þetta hefðbundna almenna samgöngukerfi. Það er illa tengt, það er ekki tengt við aðrar almenna samgöngur. Það er léleg tenging til dæmis á millilanda- og innanlandsflugsins sem var til að mynda hægt að afgreiða bara með rútu á milli tveggja flugvalla. Og það er þess að þætti sem það er ekki bara það það er kannski að stærstu leyti þessi hugsun að hana vantar að þetta sé svona hluti af heildarsamgöngukerfi og almenni samgöngukerfi. Og til þess að það geti borið sig almennilega þá þarf tíðnin að vera til staðar. Fólk þarf að geta reitt sig á þetta og þetta þarf að vera tengt öðrum kerfum. En staðan er strembin og menn sjá það á öllum fréttum og öllu sem er sett út í tengslu við það. Já, það er ljóst að þetta er mjög erfið staða. Friðrik, mér langaði kannski rétt að byrja við þurfum að ræða Reykjavíkurflugvöll, að ræða íbúakosninguna frá 2001 og ég tók ekki þátt í þeirri vinnu sem var í kringu þá íbúakosningu en þú varst á mikilli siglingu þar. Hvað getur þú sagt okkur íbúakosninguna frá 2001 og þeirri vinnu sem þá fór fram? Það er svolítið merkilegt að velta því fyrir sér hvað í rauninni það þýddi allt saman. Við fórum á stað með þessa kosningu eða það var farið á stað með hana og borgin lagði upp þar leikreglur sem voru býsna skýrar að það þurfti að vera 75% þáttaka til þess að yrði tekið mark á henni. Þáttakan varð innan við helmingur af því, 37%. Það var mjög mjótt á mununum hjá þessum sem tóku þátt en síðan hefur verið hampað alla tíð að kjósendur í Reykjavík hafi samþykkt það að völlurinn færi. Sannleikurinn er sá ef þú snýrir tölunum á hinn veginn og
veltir þið fyrir því hversu margir voru það sem vildu hann færi. Þá var það rétt í kringum 18% af kosningabærum borgarbúum. Allar götur síðan búið að hamra á því að Reykvíkingar hafi kosið völlinn í burtu. Þetta mjög alvarleg sögufölsun eins og margir hafa bent á í gegnum tíðina, en það ennþá verið að hampa þessum tölum eins og það sé einhver sanngirni í því sem það alls ekki. Þetta er rauninni svona jaðra við valdníðslu. Ég einmitt með og tók þetta reyndar í þinginu í síðustu viku þegar við vorum að ræða þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu Reykjavíkurflugvöll og þegar undirbúa mig fyrir það mál í þinginu þá tók ég saman fundargerðirnar frá árinu 2001 sem tengjast málinu þess íbúðarkosningunni og það stendur í fundargerð frá 20. mars að á fundi sínum í borgarráði hinn 13. febrúar síðastliðinn samþykkti borgarráð að niðurstaða atkvæðagreiðslunnar yrði bindandi að því fullnægðu eins og þú komst inn á Friðrik 75% atkvæðisbærra manna tækju þátt í atkvæðagreiðslunni eða að 50% atkvæðisbærra manna greiddu öðrum valkostinni kosningunni atkvæði sitt. Og svo haldið áfram í atkvæðagreiðslunni 17. mars kusu 37,2% atkvæðisbærra Reykvíkinga eða 30.195 manns. Atkvæði féllu þannig að 48,1% eða 14.529 velja flugvöll áfram í Vatnsmýri eftir 2016 en 49,3% eða 14.913 kjósa að Vatnsmýrin verði nýtt með öðrum hætti eftir 2016. Auð og ógild atkvæði voru 2,3% og svo kemur áfram miðað við samþykkt borgarráðs hinn 13. febrúar borgarstjórn ekki bundin af kosningaúrslitunum. Þannig að þetta alveg skýrt að allar þær leikreglur sem voru á bak við íbúakosninguna 2001 og þetta hefur bara gleymst eins og þetta benda Friðrik að þær leikreglur sem voru settar upp með kosningunni það var ekki farið eftir en það voru ekki virtar og síðan hefur bara verið ákveðin svona söguskoðun hefur verið þannig að sögufalsið að íbúar Reykjavíkur hafi raunverulega kosið völlinn í burtu, en það rangt með að bara skoða fundargerðir og þetta hvetja alla sem að fjalla þessu mál að kynna sér raunverulega bara hvað stendur í fundargerð borgarinnar sem snýr að þessu. Þannig að það búið að hampa núna á þessu. Það 20 ár núna eftir nokkra mánuði síðan þessi íbúakosning kom fram í mars 2001 til 17. mars. Ég held nefnilega að það hafi flestir tekið þetta mjög alvarlega. Þetta var gríðarlega mikil barátta í kringum þetta og mörgum fannst þetta sanngjarnt í sjálfu sér að fara í þessa íbúakosningu en síðan þegar að niðurstaðan lá fyrir og borgin áttaði sig á því að hún hafði tapað kosningunni, þessi meirihluti hafði tapað kosningunni alvarlega, þá bara snéruður við blaðinu og ákváðu það að breyta forsendunum og þetta svo ótrúlegt. Og við skulum svo vera að súpa seiðina því ennþá, núna 20 árum seinna, að rauninni ekkert að kalla þetta neitt annað en sorglegt. Nei. Matthías, hefurðu kynnt þetta eitthvað? Já, ég var nú fyrir 20 árum síðan, þá var ég nú ekki farin að taka svona virkan þátt í baráttunni eins og ég gerði síðan seinna með undirskriftasöfnuninni. En það var einmitt svona hálf sorglegt að horfa upp á það með hvað hætti þetta að túlka í kjölfarið. Og þetta var þannig að þeir sem voru fylgjandi vellunum voru hvattir til þess að mæta ekki, sem náttúrulega hafði augljóslega áhrif á niðurstöðuna. En ég minna það gerist síðan ýmislegt á 20 árum og mér finnst alveg ótrúlegt að menn séu ennþá að vísa til einhver sem var gert fyrir þetta löngu tíma. Og sérstaklega líka í ljósið þess hvað hefur gerst í millitíðinni. Það nú þessi undirskriftasöfnun og almennt umræða allar skoðanakannar og umfjöllun almennt og fyrir utan náttúrulega bara hvernig hlutinir hafa þróast almennt að þá sérstakt að vera að vísa enn til þessara skoðanakannar. Og það kannski líka þetta að hafa í huga, þarna tæplega 15.000 mann sem að kjósa þá já með að völlurinn sé fari eftir 2016 og önnur tæplega 15.000 á móti því. Í undirskriftasöfnunni hjá okkur 2013 Hjartanu Vatnsmýri, það voru 70.000 undirskriftir safnað og það voru rúmlega 20.000 þar sem að Reykvíkingar sem vildu halda vellinum á sínum stað. Þannig að það til dæmis sem ákveðin tala inn í þessu. Þetta var þannig að það voru 28%
kjörbæra Íslendinga sem að tók þátt í undirskriftasöfnuninni og rétt rúmlega 20% Reykvíkinga líka, held ég 22% kosningabæra Reykvíkinga. Þannig að þetta áhugaverðar tölur svona í samhenginu þegar maður fyrir að skoða þetta sögulega samhengi sem búið að setja allt þetta mál í og öll framvinda málsins hefur miðast í þessi íbúakosningu og þessa leikreglu var beitt. Það var landið selt við Hlíðarenda eða gera samningur við Val ári seinna og síðan bara vindur þetta mál stöðugt upp á sig og við endum út í ákveðnum út í skurði með málefni sem slíkt og það áhugavert þegar farið í gegnum allt þetta ferli að hvað öryggismál hafa lítið komið við sögu í öllu ferli borgarinnar í málinu. Ég held að það verið fyrst í fyrra sem að borgarstjóri í viðtali við Morgunblaðið sagði þetta hafi komið bara óvart að öryggismál væri stór þáttur í fluginu og tengt þessum flugvelli. Þannig að það svolítið einkennilegt að sé það í Morgunblaðinu í fyrra, það var tengslum við þetta samkomulag sem var gert í fyrra á milli borgarstjóra og samgönguráðherra í nóvember í fyrra, sem þessi ummæli koma fram. En ég ætla að fara kannski seinna í þann samning, ef við færum okkur aðeins, þetta svo margar breytur í þessu máli og flóknar, þannig að eins og ég sagði einhvern daginn að þetta væri raunlega bara bók, þessi saga og allt í kringum þetta, en þetta mjög sérstætt mál af svo mörgu leyti í stjórnsýslunni. En ef við förum bara í gegnum og rekjum aðeins söguna þarna 2013, þegar að þá vorið auglýst aðalskipulag fyrir borgina, og þá var komin ákveðin frestur á mikið að einstaklingar getur komið inn með athugasemdir við það aðalskipulag. Það var einmitt það sumar sem að við stofnuðum Hjarta í Vatnsmýrinni og fórum undirskriftasöfnunina og undirskriftir 70.000 manns voru raunverulega athugasemdir við aðalskipulagið og afhent 20. september 2013. Í framhaldi af því, og þá var gert ráð fyrir því í aðalskipulagi og í framlagningu þess sem var lagt fram í því aðalskipulagi að Norður-Suðurbrautin var í farin 2016, fyrir 4 árum, og völlurinn að fullu var í farin 2024. Þá var gert þetta samkomulag borgarinnar og þá var þetta innanríkisráðherra og þá fyrir hönd ríkisstjórnarinnar Rögnunefndina. Og það margt fróðlegt í því samkomulagi sem ég mögulega getum farið nánar í og svona hliðar samkomulagi því eins og með að það var ekki hægt að byggja flugstjórnarmiðstöðina nema ná samkomulagi að stækka hana fyrir Norður-Suðurbrautin færi. Það var lendingarljósin við Skerjafirðinum fyrir braut 1-3 og síðan trén í Öskjuhlíðinni sem hafa lengi verið bippin. Það ekki búið að gera hvort af þessu enn sem með lendingarljósin eða aðflugsljósin inn á endana og síðan Öskjuhlíðina. Í framhaldi hluti þessu samkomulagi var síðan Rögnunefndin, Matthías, og þú kemur inn í hana raunverulega fyrir Icelandair. Þú myndir kannski að fara í gegnum tilurð Rögnunefndarinnar og hvernig hún kom til. Má ég skjóta einu inn, Matthías, áður hún byrjar, varðandi varðandi undirskriftasöfnunina. Það segir bara alveg rosalega stóra sögu í því sambandi að þegar við afhendum þessar 70.000 undirskriftir, þá var það tekið fram af hálfu borgarinnar að þetta væri ein athugasemd. Bara eins og næsti maður við hliðina kom með ein athugasemd og þá komið þessi 70.000, það var skráðin sem ein athugasemd. Já, og svo ég bæti við í það þá var þetta borgarstjóri að hann bjóst við fleirum undirskriftum, svo gleymum við heldur ekki þeim ummælum. Þannig að þá hlýtur íbúakosningin 2001 hafi verið sáralítil þáttaka miðað við þann skilning ef 70.000 undirskriftir lítið, hvað tekur hann þá 30.000 manna kosningu þar sem hann fer til helminga. Þannig að bara svona í samhengi hluta. En Matthías, Rögnunefndin og tilurð. Já, það kannski eitt sem ég vil kannski bæta einmitt við undirskriftasöfnunina og semst þegar við fórum í hana á sín tíma þá var kannski ekki alveg ljóst í rauninni hversu djúpt í árina menn vildu taka með þessa yfirlýsingu sem menn voru að skrifa undir. Það er ágætt að rifja það upp að það sem að menn skrifu undir var að við leggjumst gegn þeim áformum flugstarfsemi við Víkjuvatnsmýrinni, skorum á Reykjavíkurborg og Alþingi að tryggja öllum landsmönnum óskerta flugstarfsemi í Vatnsmýri til framtíðar. Þarna var ekki gefin einhver afsláttur.
Það var ekki verið að tala neitt annað heldur en bara algjörlega óbreyttan völl og óbreytta starfsemi með öllu því sem á vellinum á þeim tíma og var á þeim tíma. Og þetta náttúrulega sorglegt að öllu þessum tíma liðnum sitjum við í þeim sporum að það sé búið að loka flugbraut og í rauninni sé búið að þrengja vellinu núna á einum stað á Hlíðarenda og síðan verið að taka úr landi vallarins í Skerjafirðinum. Þannig að áhlaupið enn í gangi og eiginlega höfum við ekki verið á jafnslæmum stað eins og við erum núna með starfsemi vallarins. Þannig að það er sorglegt að hugsa til þess. En það sem gerðist þarna í kjölfarið var að nefndin var skipuð og kennd við Rögnu Árnadóttur sem var með formennsku í nefndinni. Dagur B. var í nefndinni líka ásamt Þorgeiri Katrínu og síðan var ég fyrir hönd Icelandair. Mín markmið þegar ég kom inn í þennan hóp var rauninni að leggja mig bara fram það að skoða þetta heilum hug og skoða alla mögulega kosti sem gætu komið til greina og fyrsta skref var að lista upp alla þá fjölmörgu staði sem menn hafa skoðað og þeir telja held ég á 3. eða 4. tug víðsvegar höfuðborgarsvæðið í mjög langri fjarlægð frá því og síðan voru staðirnir skoðaðir hver á fætur öðrum út frá mismunandi þáttum og þeim var síðan fækkað og síðan á endanum þá voru komnir nokkrir staðir sem var ákveðið að fara í ennþá ítarlegri greiningu á. Þar með talið til að mynda Hólmsheiði sem hafði þá verið fram að þeim tíma verið mikill í umræðunni sem raunhæfur valkostur. Löngusker, breyting á legu brauta í Vatnsmýrinni, þetta voru allt hugmyndir sem enduðu svona í þessu loka úrtæki sem nefndin tók til skoðunar. Niðurstaðan var sú að það væri eingöngu einn staður sem mögulega geti komið til greina. Í því felst dálítið mikið, það felst í því ákveðin niðurstaða sem menn kannski áttuðu sig ekki endilega á og það var annars vegar að það ætti að skoða einn stað frekar en það var jafnframt sú niðurstaða að aðrir staðir kæmu ekki til greina. Til að mynda eftir yfirferð nefndarinnar þá var Hólmsheiði hreinlega strikuð út á listanum. Það kom í ljósa sem flugsamfélagið hefði bent á í fleiri ár að þessi stað myndi ekki ganga viðfarslega séð. Svipað átti við aðra staði sem voru skoðaðir. Þannig að niðurstaða nefndarinnar var að tefla einum stað fram og það var sá staður sem væri mögulega hægt að skoða í framhaldinu. Það var alls ekki þannig að Rögnenefndin kæmist þeirri niðurstöðu að þetta væri besti valkosturinn fyrir innlandsflugið. Heldur fékk nefndin eingöngu það verkefni að skoða aðra valkosti en óbreyttan flugvöll í Vatnsmýrinni sem einhvers konar málamiðlun eða einhverja leið út úr þessari áratuga deilu sem hefur náttúrulega valdið miklum skaða á öllum vígstöðum. Þannig að niðurstaða nefndarinnar var já, það möguleiki á að skoða þetta frekar. Það þarf að greina það enn frekar. Við vorum alls ekki með allar upplýsingar sem þurfti til þess að afskrifa eða gefa það í skynjurinn að þessi staða myndi ganga. Þannig að það var raunin það sem var okkar niðurstaða. Það sem kannski mikilvægt, Matthías, það kannski mikilvægt einmitt, ég sat þarna í samráðshópnum fyrir Hjartað í Vatnsmýrinni og Friðrik var fyrir Samtök ferðaþjónustunnar og við hittum ykkur nokkrum sinnum í þessu ferli. Það sem ég gerði stöðugt athugasemdir við að núverandi Reykjavíkurflugvöllur væri ekki núllpunkturinn í allri vinnunni. Það væri núllpunkta greining frá Reykjavíkurflugvelli, þannig að við vorum að meta aðra valkosti miðað við Reykjavíkurflugvöll eins og hann í dag og við þekktum hann á þessum tímapunkti. Alveg rétt og það var raunin bara eftir forskriftinni sem við og því verkefni sem okkur var falið, það var raunin að kanna aðra valkosti, það var ekki að leggja mat á núverandi fyrirkomulag. En þetta niðurstaða nefndarinnar var að skoða þetta frekar og eins og ég segi það var lagt til á þeim tíma að það yrði farið í frekari rannsóknir. Þetta nú orðin einhver 5-6 ár síðan að við skiluðum niðurstöðu og á sama tíma var það líka talað sérstaklega það að það ætti að tryggja það að rekstrargrundvöllur Reykjavíkurflugvallar væri óskertur. Það væri óskynsamlegt að ganga á rekstrarskilyrði vallarins á sama tíma menn var að skoða aðra valkosti og þá þannig eina valkost sem var eftir á borðinu.
Þannig að ég segi eins og fyrir sjálfum mig að framganga borgarinnar í kjölfarið og með hvað hætti hefur verið gengið á flugvöllinn, flugbraut lokað sem var ekki búið að loka þessum tímapunkti, nota bene, að hún hefur valdið mér vonbrigðum. Ég var vonast til þess að þessi umræða væri í svona heilbrigðari farvegi og samtali væri heiðarlegra og bara til þess að því sé haldið líka til haga að allar þær nefndir sem hefðu unnið á undan röggnefndinni og þær voru fjölmargar og það var stór hópur sem hafði komið að þeirri vinnu. Að mínu mati eftir að hafa skoðað þessar skýrslur og niðurstöður þeirra nefnda að þá var sá hópur að vinna heilum hug að því að reyna að finna aðrar lausnir. Flugsamfélagið og þeir sem komu að þessari vinnu, þeir einfaldlega komast þeirri niðurstöðu að það væri ekki annar valkostur fyrir hendi. Eina ástæðan fyrir því að Hvassahraun endaði á listanum og komst inn á listan var sú að það hefði átt sér stað veðurfarsrannsóknir sem spönnuðu yfir 8 ára tímabil og reiknilíkön sem voru ekki fyrir hendi fyrir kannski 10 árum síðan og þau voru allt í einu til staðar. Við gátum látið reikna kviku í nágrenni vallarins sem að það þurfti að beita ofurtölum í Noregi sem að keyrði í 4 vikur til þess að geta komast að niðurstöðu. Þetta hafði ekki verið hægt áður og þess vegna segi ég að flugsamfélagið í gegnum allan þennan tíma hefur að heilum hug verið tilbúið að skoða hvað annað væri mögulegt en niðurstaðan hefur jafnan verið svo að það sé ekki annar staður. Þetta eina litla opnunin sem að mögulega geti komið til greina og jafnvel eru líkurnar núna orðnar frekar litlar. Þær eru þó einhverjar en þær eru ekki mikla við núverandi stöðu. Ef ég má bæta við þetta að það svo merkilegt eins og Matthías að benda á að allan tíman, bara frá því ég kom að þessu fyrst, þá eins og Matthías segir, þá hefur flugsamfélagið virkilega lagt sig fram að reyna að vinna þetta mál af heilindum og með það að markmiði að reyna að finna lausn sem að geti henta landsmönnum öllum, ekki bara einhverjum þröngum kjarna í kringum miðborg Reykjavíkur. Og þegar við erum að horfa núna eins og Matthías að benda á líka, hvaða líkindi eru til þess að völlurinn fari úr borgarlandinu eða þar að segja úr Vatnsmýrinni, þá held ég að finnst mér ósköp einfalt að orða það bara þannig. Ég tel það líkur svo litlar miðað við allt sem að við erum að upplifa núna. Það líka búið að benda á það í viðbót við veðurfarsrannsóknir svo framvegis sem áttur að ljúka að þessi náttúruvá sem að Reykjanes að sýna okkur núna geti verið handa við hornið þó við séum ekki með neina rakspár. Hún bætist ofan á það sem búið að náttúrulega marg benda á að hver ætlar að taka ábyrgð á því að fara að byggja nýjan flugvöll fyrir 10 milljarða eða hundruðir í þeirri stöðu sem við erum í núna og augljóslega erum í að því að virðist framundan. Þannig að það sem að mér finnst vera og bara raunin nauðsynlegt að gerist á þessum næstu mánuðum, það verður að ná samkomulag það og það samkomulag verður að standa og borgin verður líka að standa við. Það ekki nógun skrif undir það og standi svo ekki við það. Það verður að tryggja framtíð Reykjavíkurflugvallar þar sem hann og það verður meðal annars að tryggja það að skerjaferðarævintýri borgarinnar verði stoppað. Við getum ekki hort á það meðan það liggur fyrir að það engar líkur í bili næstu áratugum finnst mér að það verði byggður annar völlur fyrir Reykjavík. Þá verður að tryggja það að það svo þrengja aðstæða sem hann komin í núna eftir byggingar á Hlíðarendasvæðinu, það verði ekki þrengt meira á honum, bara alls ekki. Og það einmitt það sem kemur fram núna, nú hefur verið að vinna fyrir Isavia gögn sem að snúi með áhrifum Hlíðarendasvæðisins á flugvöllinn og flugum Reykjavíkurflugvöll og ég veit ekki til þess að það sé búið að opinbera þau gögn að þau hafa komið fram sem að, er ekki hollenska geimvísindastofnun sem að vinna þetta fyrir Isavia, nákvæma greiningu á þessu. En á sama tíma heldur borgin áfram að fara gegn vellinu með að við bíðum eftir þessu gögnum. Og það kannski, ég leita á sínum tíma að þegar samkomulag var gert þarna í lok október 2013 á milli ríkisvaldsins, borgaryfirvalda á Icelandair og þessi aðilar sem komu að þessum málum. Og það sem raunlega náðist með samkomulaginu var það að Norður-Suðurbrautin, henni var að fresta lokun hennar 6 ár til 2022. Sem þá bara að renna upp eftir 14-15 mánuði, eða 14 mánuði núna. Í dag eru 14 mánuðir til þess að 22 renni upp og á sama tíma engin vissa eða engin vinna hefur farið fram varðandi að passa upp á völlinn í aðalskipulagi Reykjavíkur
meðan þessi vinna fer framvarandi Hvassahraun og framtíðina og við förum kannski aðeins inn í það núna í framhaldinu. Þannig að þessi tímarammi alveg handónýtur. Það furðulegt að ríkisvaldið sé ekki með þetta á hreinu að tryggja þetta mikla öryggishlutverk og allt sem snýr að Reykjavíkurflugvelli meðan þessi mikla óvissa í gangi. Ég held að kannski rétt að halda áfram með rögnunefndina og þess varðandi hvaða að skoða flugvallakosti á höfuðborgarsvæðinu. Og ég las aðeins yfir samkomulag innanlandsflugið sem var gert þarna í október 2013 milli aðila og þar stendur í einnum punktunum einnig verið lagt mat á rekstrargrundvöll og möguleg sóknarfæri sem nýr flugvöllur með þróunarmöguleika til framtíðar hefur í för með sér fyrir íbúa, ferðaþjónustu og atvinnulíf. Það ekki hægt að lesa annað út úr þessu að þarna sé verið að tala raunverulega stóran alþjóðlegan flugvöll með alla þróunarmöguleikana og allt þetta stóra samhengi hlutana. Og þá ætti kannski bara að spyrja það Matthías rögnunefndarmann hvernig hann lítur á þetta þá í þessum tímapunkti núna með COVID-ið og allt sem í gangi hjá okkur. Þetta eitthvað, eins og Friðrik var að koma inn á, Friðrik sér ekki fram á að sé neitt fjármagn til í landinu fyrir þessu eða ríkinu á næstunni og ég sem verið tekið þátt í fjárlaganefnd í 4 ár þeirri vinnu sem þar ég sé það ekki heldur með við núverandi ástand. En Matthías, hvernig skilur þú þetta samkomulag og af hverju förum við yfir þegar menn að velja þessa áfanga eða sem sagt mögulega staðsetninga fyrir flugvelli? Það voru menn alltaf að miða í staðsetningu við stóran alþjóðlega flugvelli eða ekki og vinna miðast allir við þetta. Jú, það sem var svona skoðurinn í þessu samhengi var einmitt að það væru vaxtarmöguleika til staðar. Það væri ekki forsvaranlegt til að mynda að færa flugvöllinn nokkra kílómetra og hann var síðan aðþrengdur á sama stað, þannig að það sem var yfirleitt skoðað í öllum tilvikum væri einhverja vaxtarmöguleika fyrir hendi og það sem var skoðað og sést í rauninni í þeim skýrslum sem voru unnar fyrir nefndina að það var til að mynda kannað í rauninni að þetta myndi sameinast allt á einu stað, það er að segja milliland og innlandsflugið og stóri ávinningurinn náttúrulega felst í því. Það hefur síðan komið fram í kjölfarið að það eitt af því sem að menn hafa alveg velt fyrir sér en það í sjálfu sér hefur ekki verið tekið lengra. Það var Eyjólfur Árni vann fyrir samgönguráðuneytið, það var síðasti hópur sem skilaði núna í nóvember á síðasta ári. Komist í sjálfu sér að þeirri niðurstöðu að innanlandsflugið ætti best heima á Keflavíkurflugvelli og það væri þá möguleiki að skoða uppbyggingu innlandsflugvallar í Hvassahrauni. En til að mynda ástæðan fyrir því ég sagði áðan að ég teldi að vera litla líkur að þetta gæti gengið einmitt kannski út af þeirri ástæðu. Ég tel að það séu þættir sem hafa kannski verið nefndir í gegnum tíðina að þetta flugvallarstæði fellur ekki endilega á þeim prófum til að mynda með veðurfar en það aðrir þættir, jarðvá sem þarf náttúrulega að rannsaka betur og síðan stærsti þátturinn sem náttúrulega einfaldlega að þetta gangi upp fjárhagslega, að það sé hægt að byggja og flugvöll að þessari stærðargráðu á þessum stað og það sé forsvaranlegt með marga þætti. Mín persónulega skoðun að það eina sem gæti mögulega gengið væri að sameina þetta allt á einu stað. Já, en það kannski ekki alveg óraunhæft eins og við sjáum á næstunni, þannig að nauðsynlegt að tryggja bara í aðalskipulag Reykjavíkurflugvelli núverandi í Vatnsmýrinni til þess að eiga þá inni árin til að hugsa þetta lengra. Algjörlega og að þessu sögðu þá til að mynda held ég að það gangi ekki að gera þetta á Keflavíkurflugvelli, bara svo það því sé haldið til haga og það sé sagt. En það er til að mynda í tengslum við aðalskipulagið, því að nú var birt eða kynnt í september á þessu ári uppfærsla á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar og þar til að mynda tala það að það sé einhvers konar tímabundið leyfi fyrir almannaflug á svokölluðu fluggarðasvæði. Það sem milli 2020 og 2024, það eru 4 ár, það enginn að fara að byggja flugvöll núna næstu 4 árum, ég held að það sé, og mér sé hefur samgönguráðherra að tala það sérstaklega að það ekki gert og síðan að flugvöllurinn sjálfur fari 2032 og þetta einhvern veginn svo mikið úr takti við allt sem í gangi og í engu samtali við ríkið
Þannig að það að leggja fram svona skjal er eiginlega bara ekki boðlegt, sko. Nei, og ég held alltaf bara svo við reykjum á því aftur að sko fjármagni sem að þyrfti til þess að gera það er gríðalegt. Og svo skulum við ekki gleyma öðru að eignin sem liggur í bara þessi verðmæti vallarins þar sem hann er náttúrulega alveg gríðalegt og það er búið að tala með allan tíman að þegar selja lóðir þarna fyrir stórfé til þess að réttlæta það að sé að taka þetta dýrmæta svæði undir íbúðabyggð eitthvað svoleiðis, það hefur bara ekki gengið og það mun ekkert ganga. Það verður ekkert möguleiki á því að kaupa rándýra lóðir þarna til þess að byggja og hafa alltaf verið að tala um þetta yfir ódýra stúdentaíbúðir og svo framvegis, menn tala alltaf bara svona í kross. Ég langar kannski einmitt sko samningsvilja eða bara það vel ég hef litið á að það var mjög takmarkað samningsvilji að hálfu meirihluta í Reykjavík varðandi þessi mál og við eins og 2013 eftir samkomulagið og undirskriftasöfnunina þá var aðalskipulagið síðan samþykkt þarna í lok nóvember mánuði eftir samkomulagið og þá var von manna að við værum með einhverju friðarumhverfi og hægt að skoða þessi mál og velta hlutum fyrir sér. Þá liðu 4 vikur. Það var auglýst deiliskipulagið á Hlíðarenda. Það liðu 4 vikur. Þannig að viljinn til að vinna sem sagt með svona upplýstum og góðum hætti gegnum allt þetta ferli, hann aldrei verið staðar eins og þetta rofnaði þetta strax þarna þessi friðarvilji. Og síðan annað dæmi núna samkomulag samgönguráðherra og borgarstjóra síðan í nóvember í fyrra fyrir, í þessum mánuði þá komið ár síðan það samkomulag var gert og þá er ákveðin svona ákvæði þar inni eða punktar að koma þessu inn í skipulags eða aðskipulag eða inn í skipulagshildina fyrir Vatnsmýrina og ég held að flestir hafa skilið það að þá ætti þá völlurinn að vera komin inn og hann myndi þá vera þar inn í aðalskipulagi borgarinnar í Vatnsmýrinni meðan þetta ferli var í gangi varðandi að skoða aðra kosti. Það hefur ekkert verið gert eða unnið af hálfu borgarinnar eftir því samkomulagi. Og núna það sem gerist og var auglýst í sumar og eins og Matthías er að vitna í varðandi skipulag fyrir þennan nýja Skerjafjörð að það er auglýst og öll þessi drög sem eru að koma núna varðandi aðalskipulagi gert ráð fyrir held ég 3.000 íbúðum til 2040 í Vatnsmýrinni og ekkert unnið raunverulega með þessi samkomulag sem endalaust að vera að gera og þess vegna finnst mér ríkisvaldið hafa brugðist í 20 ár í öllum þessum ferlum, skref fyrir skref, öllum þessum samkomulagum vegna þess að borgin hefur raunverulega bara leikið sér að ríkinu í öllum ferlum. Að alltaf tekið skrefin lengra og lengra, ekki virt nokkuð skapaðan hlut og alltaf gefur ríkið raunverulega eftir og alltaf verið í stöðu undanhaldi. Þannig að eða hafi eitthvað þetta síðasta eins og að nú rann bara þessi umsagnarfrestur út núna fyrir nýja Skerjafjörðin bara í held ég á miðvikudaginn varðandi athugasemdir við það ferli. Þannig að og án þess að nokkuð hafi verið gert í stóra samhenginu varðandi að vindafar eða fá svona gleggri mynd eða vinna í samkomulaginu síðan í nóvember í fyrra. Þannig að þetta svolítið dapurt hvernig ríkið raunverulega hefur unnið í sínum málum að mínu viti öll þessi ár og svona verið ekki alveg á hreinu bara hvernig ríkið ætlaði að verja sína stöðu og sú staða hefur aldrei, svo ég viti, verið rekin vegna öryggissjónarmiða sem tengist vellinu, sjúkraflugi, almannavarnakerfisins eða almenns öryggis varaflugvalla eða annað. Þetta hefur alltaf bara farið lengra og lengra og vígstaðan hefur alltaf veikst og veikst fyrir hönd vallarins. Því miður, Njáll, er þetta svo rétt lýsing vegna þess að öllu þessu er einhvern veginn bara hent fyrir róða. Það er eins og menn reikni bara með því að það komi aldrei upp nein atvik sem maður þurfa á Reykjavíkurflugvöll að halda, þrátt fyrir það við höfum mjög mörg dæmi það að við þurfum á honum að halda og núna eins og segir með því að þétta byggðina eða fara út í þessa byggð á Skerjafirði sem er náttúrulega móti bara gríðarlega mörgum aðilum sem að vilja ekkert með það hafa hann þar og það er verið að benda á það hérna líka í kommentum sem er í framhaldi af þessum þætti að þessi upphaflega hugmynd það að selja völlin eða landið þar fyrir stórfé til stórfyrirtækja eða eftir atvikum annara, það gengur ekki eftir og það mun ekkert ganga eftir. Mér finnst í rauninni að við séum núna, þó sé sorglega að segja það, 20 ára setna, við erum komin á byrjunarreit, en byrjunarreiturinn er því miður stór skaðaður frá því sem hann var, vegna þess að neyðarbrautin sem hann var þarna tekin út fyrir
og var eyðilögð fyrir hagsmuni byggingaverktaka og valsmanna illu heilli, að hún skerðir völlinn gríðarlega, en hann er ennþá hægt að bjarga honum. Og við höfum kannski eftir að koma því síðar í þessu spjalli eða öðru, að breytingarnar sem eru framundan í flugheiminum, í tæknivæddum flugheimi, munu gera það að verkum að við munum þakka þeim innilega fyrir það að hafa bjargað vellinum eftir örfá ár, af því það eru bara örfá ár þangað til við sjáum allt aðra hluti. En við þurfum til dæmis Skerjafjarðarsvæðið, það verður að setja niður fæturna núna og það er eins og Njáll er að benda á, það verður ríkisvaldið að gera og segja þið eru ekki standa við neitt af því samkomulagi sem við erum búin að gera árum saman, nú er komin tími til þess að ríkið setji niður fæturnar og segi stopp hér. Já, ég held að það sé raunverulega staða máls að það verði einhverjar að fara að vakna hjá ríkinu hvernig að tækla málið í stóra samhenginu. En það sem í þessu máli, eins og ég kannski byrjaði hérna í dag að minnast á, þetta er gríðarlega flókið og stórt mál og við getum örugglega búið til podcast þáttaröð bara einstaka þætti þessa máls og við kannski tökum það dýpra síðar, einstaka þætti máls. En eins og Friðrik kannski kemur inn á og nú veit ég að þið hafi og rætt við mig og fleiri og fyrir að kynna ekki orkuskipti í fluginu og fóruð til Noregs í ágúst í fyrra til að kynna ykkur aðstöðu hvað normenn eru að gera og hvað er að gerast í þessu og það bara núna helgina hef ég fengið senda greinar einmitt frá vinum á Facebook, einmitt bara nýja fréttir á NRK eða norska ríkisútvarpinu þar sem verið að tala byltinguna í Noregi varðandi orkuskiptin og ég held að ein fréttin hafi snúist að til dæmis Oslo-Bergen þeir reikna með að vera komið með rafdrifna rafmagnsvélar á þeirri flugleið innan 5 ára var í fréttinu sem ég sá í morgun. Þannig að ég hef mikinn áhuga að þið myndum hlaupa með okkur í lokin hérna hjá okkur yfir þessu orkuskipti og hvað er að gerast. Við höfum rætt á að hér er hreint og beint samgöngubyltingu að ræða og þið eru með tölunar og með rekstrakostnað og viðhaldskostnað og annað og auðvitað þurfum við þá að halda í flugvöllin vegna þess að þetta getur einn öflugasti almenningssamgöngur í landinu verði í fluginu. Það þarf náttúrulega að vera líka áfram flugvöllur Reykjavík til að taka þetta næsta skref og í tengt þessum málum. Þannig að Góri, hvað vill byrja? Matthías, þú byrjar. Ég ætlaði að lega þér að byrja fyrir. Nei, ég get aðeins kannski bara sagt að það er mjög eðlilegt að það sé erfitt fyrir almenning og ég myndi setja sjálfsögðu þar inn í líka ef ég hefði ekki að skilja hvað felst í þessu nema að væri búin að sjálfur að uppgötva það og upplifa það í 7 ár eins og ég er búin að gera að keyra á rafmagnsbíl og hann þessi betur vel alveg fjöldi fólk sem er að upplifa það núna og sjá hvílík breyting það er á allan hátt. Það er náttúrulega ekki bara verið að er það gjörbreyting umhverfisins vegna heldur líka er kostnaðurinn, hann er ótrúlega mikið minni og Matthías þekkir þær tölur betur en ég, þannig ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það. En þegar við fórum þarna til Oslo í fyrra og upplifðum rafmagnsflug, þá sjáum við bara hvaða möguleikar eru framundan og Normenn sem náttúrulega voru fyrstir til að kokgleypa rafmagnsbílana og eftir kannski Kaliforníu, að þeir hafa gert það sama með flugið og fullyrða það eftir að hafa reiknað þetta út mjög vandlega að rafmagnsflug sem sé handan við hornið verði umhverfisvænsti ferðamátín, umhverfisvænni heldur en jafnvel rafmagnsbílar á lengri leiðum. Og við verðum þess vegna að staldra við og biðja þessa steinaldarmenn sem að virðast ráða borgarmeirihlutanum að aðeins að kynna sig hvað er handan við hornið áður en þeir eyðileggja flugvöllinn. Matthías. Já. Þetta er nú mikið hjartansmál. Það er gaman að tala um eitthvað uppbyggilegt og jákvætt. En ekki þessa flugvallar umræða. Ég er svona ligguð langar að slíta því sundur þó að það sé alveg nauðsynlegt að tala með þetta í þessu samhengi. En ég er alveg sannfærður það eftir að hafa skoðað þetta náið núna síðastliðnum 2-3 árum að þetta er alvöru bylting, samgöngubylting sem við stöndum framfyrir. Það eru bílarnir hafa náttúrulega náð miklum framförum á síðastliðnum árum í tengslum við það að nota rafmagnsbíla og þetta þekkja allir í dag. Friðrik var nú einn af þeim fyrstu sem nýtti sér rafmagnsbílinn með Teslunni
En flugið stendur á álíka tímamótum núna og þetta er að gerast mjög hratt. Batteritækni og öll sú þekking sem hefur skapast í bílaiðnaðinum, hún er að skila sér yfir í flugið og á forsendum einmitt hagræðingar og því að flugið sé umhverfisvænt, að þá er þetta að gerast miklu hraðar heldur en menn gera sér almennt grein fyrir. Og það er svo margt sem að tengist þessu. Það eru möguleikar í tengslu við breytta hönnun á vélum sem að hefur ekki verið framkvæmanleg hingað til. Þú getur til að mynda sett mótora á rafmagnsflugvél aftur í stél eða út á vængenda sem er bara ekki framkvæmanlegt með þeim mótorum sem menn hafa í dag. Þú getur verið með hátt í 20 mótora sem að dreifast eftir vængnum til að mynda. Þannig að það eru alls konar hluti sem menn eru að skoða og á nýlegri ráðstefnu sem var í fyrra hjá flugvélaverkfræðingum í Bandaríkjunum. Það var einn meira að segja sem tók það djúpt í árina. Hann sagði að fyrsta byltingin í flugi var þegar fyrsta vélin fór á loft. Önnur byltingi var þegar þotuhreyfillinn kom fram og þetta er þriðja byltingin. Við erum núna að gangi gegnum þriðju byltinguna í flugi. Þróunin er meira að segja byrjuð. Það er þannig að það er verið að breyta og umbreyta ýmiss konar kerfum í flugvélum yfir í rafmagnskerfi. Þannig að það er minna og minna sem kemur í rauninni frá þotuhreyflunum eða skrúfuð þotuhreyflunum sjálfum. Það eru hybrid-lausnir, menn eru með minni bullurhreyfla, nýta sér batteritækni og svo framvegis. En þetta er alveg að gerast mjög hratt og eins og Friðrik var að nefna að fyrir flugið þá er sparnaðurinn svo mikill. Stór hluti af rekstrarkostnaði flugið er eldsneyti sjálft. Álíka mjög stór hluti er síðan viðhaldskostnaður. Þetta tvennt, svo gott sem hverfur, eða verður allavega bara hluti af því sem það er í dag og þeir sem að tala fyrir mesta sparnaðinum tala alltaf 80% lækkun á beinum útlægum kostnaði tengslu við rekstur á flugvél. Þetta gerir það að verkum að samgöngur innanlands geta verið á allt öðrum kostnaðarbasa heldur en þær hafa verið hingað til. Þú getur verið með allt aðra tíðni heldur en það hefur verið með hingað til og þú getur jafnvel hugsað styttri flugleiðir og svæði sem eru nær höfuðborgarsvæðinu í flugtengingu sem þú hefur ekki velt fyrir þér hingað til. Og við erum eins og við vorum á sínum tíma í tengslu við bílana, þá vorum við eftir á. Við erum fyrst að fatta þetta núna. Við erum jafnvel að taka fram úr Norðmönnum núna í tengslu við að kaupa rafmagnsbíla, en við vorum klárlega eftir á. Við erum einu skrefi á eftir Norðurlöndunum núna. Þeir hafa sett sér metnaðarfyllri markmið. Þeir tala 2030, 2040 að þá ætli þeir að rafvæða allt innanlandsflugið. Við höfum ekki sett fram nein markmið í tengslu þetta en ég held að það sé algjörlega komið að því og ég veit að það er vilji hjá alþingismönnum og þeim sem að fjalla þessu mál að stíga niður fæti og taka alvöru þátt í þessari byltingu. Ekki bara vegna þess að þetta hentar okkur heldur vegna þess að Ísland passar svo vel inn í þetta. Allar fjarlægðir á Íslandi eru styttri heldur en til að mynda í Noregi. Það eru styttri en í Svíþjóð eða Finnlandi. Eina landi sem kemst næst í er náttúrulega Danmörk. En þær vélar sem er búið að kynna og er verið að segja frá að séu hönnun og séu komnar á sjóndeildarhringinn að þær geta flogið allt innanlandsflug á Íslandi. Þær geta flogið frá Íslandi til Egilsstaða og það við tökum ekki þátt í þessu, það er eitthvað sem við verðum klárlega að gera og þetta er nú efni í annað podcast. Já, þetta sér, það er ljóst og það er nákvæmlega þetta með fjarlægðirnar að loftlína milli Reykjavíkur og Akureyrar er 250 km og tæpi 400 á Egilsstaði frá Reykjavík og það bara virðist vera að sú tækni sem er nú þegar að komið og það vélar sem eru í loftinu að þetta er akkúrat ramminn sem er bara í fullri notkun og menn eru bara að vinna með í rafmagnsfluginu. Algjörlega rétt. Það sem er ástæðan fyrir því að þetta er ekki komið í dag þó að tæknin sé fyrir hendi er að flugöryggi er náttúrulega mikilvægt og allt sem að fer á loft að það er háð miklu vottunarferli og þarf að fara að gera mjög strangt eftirlit til þess að tryggja það að öryggi sé sem best. Og þetta er það sem menn hafa verið að vinna í en ég get nefnt dæmi vél til að mynda sem hafa búið að vera að hanna í 10 ár í leyni en hafa bara ekkert að segja frá því. Þeir stefna því að fá hana vottaða 2024
sem flytur 4 farþega og keyrir eingöngu á rafmagni. Og þeir eru núna ekki bara, þeir eru búnir að sýna fram á að vélin getur flogið og þeir eru ekki að bíða eftir einhverju byltingu í tengslum við batteríutækni eða neitt þess háttar. Það eina sem þeir eru að skoða hvernig þeir geta fjöldaframleitt vélina og fengur nú nýlega 80 milljarða frá Toyota, ekki til þess að hanna vélina sjálfa, heldur bara að setja framleiðslu línu fyrir fjöldaframleiðslu. Og þetta eru aðilar sem við að sjálfsögðu eigum að setja okkur í samband við og segja hér er frábær staður til þess að prófa þessa tækni, til þess að sýna fram á hvernig hún virkar og þetta er ein tegund flugs, millilandaflugi. Ég veit að þeir aðilar sem hafa verið að hanna þær vélar, þeir hafa mikinn áhuga á Íslandi, þeir eru hálfgapandi þegar þeir átta sig á tækifærunum sem eru hér og því að við séum ekki að vinna ötulega þessum málum eins og ættum annars að vera að gera. Þannig að hér eru tækifæri og auðvitað ég ætla að líka að setja Reykjavíkurflugvöll svona sem hliðarsögn en að sjálfsögðu skiptir hans í að máli þá í framhaldinu. Og sýnir einmitt hvað það er fráleitt að vera að skaða völlinn á sama tíma. Ég get tekið undir hvert orð hjá Matthías í þessu efni og núna þegar ríkisstjórnin og allir eru sammála það að það þurfi leggja meiri í nýsköpun hér og svo framvegis, það er alveg öruggt mál að við getum verið að gera mjög skemmtilega hluti þarna, við höfum fullt af mjög hæfum flugmönnum og flugvirkjum og fólki sem hefur verið að kynna þessi mál og vinna við þetta í áratugi og við getum öruglega náð mjög langt í því ef við myndum einbeita okkur að því að verða framalega í þessari tækni. Og það er eitt sem er svo gaman að þessu líka ef maður fyrir að velta því fyrir sig, það er ekki bara eins og að nefna með hvað þetta er umhverfisvænt og það saman, en bara hugsa sér það að við höfum verið að berjast við það hvort sem við verum skoska leið sem Njáll hefur verið að vinna í eða einhverjir fleiri þess að þetta getur gjörbreytt möguleikum fólks á því að búa út á landi og meiri sig hefa nú einn norsku vinur minn nefnt að þannig að hann sagði að ef maður væri að hugsa fasteignakaup í Noregi þá ætti maður að fara að kaupa sér eignir í litlu þorpunum út á landi víða sem hafa átt erfitt uppdráttar vegna þess að það var lagt niður flugið þangað. Nú eru Norðmenn að dusta rykið af þeim flugvöllum í orðsins fyllstu merkingu og velta sér fyrir þeir bara geti farið að fljúga þangað á mjög ódýran máta innan örfára ára og þetta er bara örfá ár í þetta. Það er það sem er svo merkilegt í þessu alls saman. Já, ég var ekki alveg komið jafnlangt og því fyrir árið síðan. Ég er búinn að fylgjast með ykkur og var kannski svo Friðrik sagði svolítið svona takmarkaður að trúa á að þetta væri komið svona langt. Síðan hefur maður verið að kynna sér þetta betur núna síðustu 13-14 mánuði og bara fann að sjá í norsku fjölmiðlum og hver umræðan er og erlendis og í flugtímaritum. Þannig að ég held að þetta sé bara góð lokaorð hjá Friðriki og eins og ég sagði áðan, við vonandi tökum dýpri umræðan kannski fleiri í næstu skrefum og þetta var nákvæmlega næsta skref sem er græn bylting, orkuskipti í fluginu og ef það er eitthvað land í heiminum sem í dreifbýli eins og Íslandi sem geti þetta gagnast klárlega með mjög sterkum hætti þá er það Ísland. Þannig að ég lít svo á að bæði í flugstefnunni og síðan í nýrri samgönguáætlun að þá sé þetta nú aðeins komið þar inn. Þannig að það er farið að yrða á málið og svona að fara að skrifa aðeins það inn í stjórnsýslunni. Þannig að ég held að þetta geti orðið mjög stórt og mjög spennandi mál hjá okkur á næstunni. Svo væri gaman á seinni stigum að ræða ferðaþjónustuna og flugið í stóra samhenginu sem atvinnugrein á Íslandi kannski innan fárra vikna. Þannig að ég veit að þið eru líka sérfræðingar á þeim sviðum sem væri okkur mjög áhugavert fyrir okkur og áhorfendur að hlusta á sem í þeim málaflokkum. Ég bara takk kærlega fyrir að koma í fyrsta þáttinn á næstu skrefum og við heyrumst síðar. Bless. Takk. Takk fyrir.